Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag er 50-dagurinn 11. september 2025 og Bitcoin er í $114.488 og hjá mér er sestur Björn Harðarson. Vertu blessaður, Björn. Takk kærlega, Kjartan. Það verður að ýmsu að taka í þessum þætti. Kannski byrja á því bara að segja að markaðurinn hefur verið svona freka flatur frá því að við töluðum saman síðast. Já. En þó flatur á jákvæðan hátt, það er að segja að það er allt búið að hækka örlítið. Ég meina það er fyrir ekki, það er rektember. Já, einmitt. En það er ekki rektember. Nei, og hann er að verða hálfnaður mánuðurinn. Já. Og til þess er svona ótt að segja held ég að Solana er búið að svona standa sér best. Já, og þú veist, og bara, þú veist, eins og ég sagði þætti fyrir held ég síðast eða þar síðast, þegar ég skoðaði september venjulega, þá var þetta sveiflóttasti mánuður alla tíma, sko. En fyrstu 14 dagarnir eru vestir. Já, einmitt. Og nú er stutt. Og við erum ekki búin að sjá það. Og eins og ég sagði þættinum, ég sagði, kannski erum við að taka september droppið út í ágúst og ég held að það sé bara að raungerast. Það allavega, þú veist, ef maður horfir til þess að allt er búið að hækka örlítið, Bitcoin kannski 2% eða eitthvað, aðeins meira kannski, þess að 2% ræði tölum saman síðast, Ethereum er yfir 4,4, Solana fór í tæplega 230, er í 226 núna og það er gert ráð fyrir meiri 99% líkum á vaxtalækkun 17. september. Já, 2% lækkun á Bitcoin, það er ekki nei. Nei, ég er að segja 2% hækkun. Já, það er hækkun. 2% hækkun. Þannig að, þú veist, þá er þetta svona so far eins gott, skúrið sitt gett, sko. Og nú er verið að tala að einu spurningin verður þetta 25 púnta lækkun eða 50 púnta lækkun. Já, það er búið að koma hérna PPI og CPI. Já, CPI kom í dag. Já. Og hérna, það var örlítil hækkun milli mánaða. Í júlímánuði var það 2,7% ársgrundvelli og svo 2,9% í ágústmánuði. En enga síður þá verður alltaf að skoða í samhengið hverjar voru væntingar. Og væntingar og spár voru nákvæmlega 2,9%. Okay. Það er að segja 20 púnta hækkun milli mánaða. Og fyrir viki þá, þú veist, lækkaði, það hafði engin áhrif á markaðana því það var nákvæmlega í samræmi við væntingar. Með PPI-tölunar, ég veit ekki alveg hverjar væntingar voru. Við fengum 2,6, ég veit ekki með, við fengum 2,6 sko. Já, og 3,3 í síðast. 3,3 síðast. Bendi til þetta var svona tímabundin að þetta er svo svolítið svona einhvern veginn sko, hvað markaðurinn sér en ekki hvað markaðurinn er sko. Þannig að þú veist, það var 3,3 síðast, þannig að það var svona short-term total áhrif held ég sko. Og til skýringarauka þá sett CPI það er hérna vísitala neysluvers, Consumer Price Index, eða það sem við almennt tölum sem verðbólgu samkvæmt neysluvísitölu. Og eitthvað framleiðslu vísitalan. Já, vísitala framleiðsluvers. Svo var eitthvað svona aðrar tölur. Það var svona, hérna, sem er svona, ég veit ekki hvernig ég á að skýra það, sko, það er hérna atvinnuleysi. Já. Og það var bara rosa svona miklu meira atvinnuleysi heldur búist á við sem að gæti ítt undir Jerome Powell myndi hækka vexti bara að keyra upp lækka vexti fyrir ekki og fara að prenta peninga og svona framlegis og það var svona mjög skrýtnar umræður um þetta að það var talað að sko í Biden stjórninni hefðu þeir bara jafnvel ítt hana hvað margir væri með vinnu 1 milljón manns. Já, það. Já. Það voru að fegra tölunar. Núna lækkunin er bara einhver leiðrétting. Sko. Já. Manst þannig að Trump rak mann sem sá tölunar, sko. Einmitt, ok. Það er áhverð. Ég, sko, þú veist, við höfum haldið þessu hlaðvarp út núna í dágóðan tíma og fókusin eðlilega hefur náttúrulega bara verið kryptó og verður það að sjálfsögðu en ég verð að segja að mér var svolítið hugsi í gær því að ég var harmi sleginn yfir skelfilegum atburði sem átti sér stað að Charlie Kirk var skotinn og er nú dáinn
þegar hann var að tala í háskóla í Utah og ég fann það svona bæði á mig og marga í kringum mig að þetta bara hafði gífurlega mikil áhrif á mig. Bæði hef ég reyndar fylgst með þessum manni í sko líklega 10 ár. Rauninni fylgst með honum bara þar til þegar hann var tiltölulega nýbyrjaður. Það var bara verið hvað 21 og svo hann var bara 31 þegar hann dó. Já, ég kannski að ígæðir segi 10 ár en allavega örugglega 8 ár. Ég var að fylgjast með honum mjög lengi og séð hann vaksa og fundist mikið til hans koma. Ég hef ekki horft á þetta hræðilega vídeo og ég mun ekki gera það sem sýnir hvernig hann dó. Ég ekki heldur. En sko það sem ég var svo hugsi yfir er að ég var bara að skoða, ég var undirbúið mig fyrir þetta hlaðvarp. Ég var að skoða kryptómarkaðinu í mann, ég var að sjá hvað Solana var að standa sig vel og allt þetta og svo fæ ég þessar fréttir og ég er svona tiltölulega nýbúinn að vera svona eitthvað en að fá svona tilfinningu til mín hvað mér mögulega spilar inn í að það er 5. barnið hjá mér og konunni á leiðinni. 5? Já, 5. barnið að Hamingju með það. Já, takk fyrir það. Hvað mér þykir vænt siðmenninguna sem við höfum. Bara maður er með börnin, leikandi sér í áhyggjuleysi úti og það var búið að koma til mér, það er ekkert sjálfgefið að við höfum þessa siðmenningu, að við séum bara í grunninn sko góð hvert við annað, getum lifað í sátt og samlyndi þráttur að við erum með ólíkar skoðanir. Við erum nú sannarlega, finnum alveg fyrir því, við tölum fyrir einhverjum málaflokki sem er ekkert allra sko og margir líta okkur sem einhverja hálfvita sko. Og jafnvel hreinlega bara sem boðbera hættulegra skoðana sko. Mögulega sem betur við hlustar ekki á okkur. Ég er enda vil meina að við myndum ekki þessi tíma að hlusta á, kannski myndu þeir Þú varst hugur. Já sko, það er kannski vandamálið að við hlustum ekki, þú veist, þessi maður Charlie Og það er það sem er að gerast á netinu. Við hlustum á skoðanir okkar, við hlustum ekki á hinar skoðanir. Nei, einmitt, og Charlie Kirk var að reyna þetta eftir fremsta megni, bara heyrðu, ég vil rökræða. Hann bauð hverjum sem var að rökræða við sig og fæstir komu vel út úr því, hann var alltaf svona mjög beinskeyttur og direkt. Hann sýndi samt einhvern veginn fólki virðingu þó að fara gegn þeim. Það fannst mér alltaf. Hann gerði það. Að fara gegn einhverju fólki og að tala eitthvað, þú veist, já, þú ert þarna, segist þér að maður, get ég sagt þá, ég sé Mexikani eitthvað, og þú veist, og mér fannst hann aldrei vera dómharður en hann var að segja þetta. Nei, við getum orðað hann var alltaf einlægur. Já. Hann var alltaf einlægur og svo þegar þetta kemur, þá bara svona mér svona fjallist áldi hendur og ég hugsaði með mér sko, ég var að velta fyrir mér, þú veist, ég verð náttúrulega bara að einbinda mér að mínu og þú veist, taka þetta hlaðvarp og tala kryptó en að samanskapi svo komst þetta niðurstöðu bara, býtu, þú veist það var eitthvað í mig sem fann svo taktlaust ef maður ætlaði ekki að nefna þetta því að at the end of the day, þú veist, af hverju eru við svona hrifnir af Bitcoin, af hverju eru við svona hrifnir af kryptó? Jú, að því að við skömmastum okkar hérna ekkert fyrir það að við viljum auðvitað hagnast á þessu og það sé einhver persónulegur ávinningur. Það er eitthvað frelsi líka. Í grunninn er þetta það að við trúum því að þessi tækni sem leið okkur að betri heimi. Og mín filosófía er sú að það eru 2 ótrúlega spennandi tækniframfarir sem er í gangi núna. Það er Bitcoin og bálkakeðjur annars vegar og gervigreindin hins vegar. Og þetta er tvennt sem mér finnst vera svo mikið tilefni til bjartsýni og vonar en á sama tíma er ég að upplifa bara að sko svona stóðir siðmenningarinnar séu hreinlega bara ekkert svo sjálfgefnar sko. Hvernig blasir þetta við þér? Það er engin spurning bara þú veist að má segja að Charlie var hægri maður langt til hægri og þetta segir það að þú veist að það er hættulegt að hafa tala og segja hvað þér finnst og þótt þú gerir það af eitthvað svona virðingu þannig að þú veist auðvitað er þetta bara hræðilegt sko. Það sem ég finnst ekki síður ógnarlegt við þetta er sko blessunlega vil ég trúa því, kannski er ég naív
en ég vil enga síður trúa því að þetta sé bara agnarsmár hluti fólk sem tekur þess að létt út. En það er enga síður staðrind að maður er að sjá ákveðin hóp af fólki tala þannig fjölskyldumann sem er hreinlega bara tekin á lífi 2 lítil börn. með 2 lítil börn og konu og fólk jafnvel gerir grína þessu. Tekur þess að létt út. Segir jafnvel, og svo er jafnvel enn verið að svona sumir eru, já, ok, þetta er náttúrulega mjög dapurlegt, en hann var náttúrulega að tala. Það er þetta bara skelfilegt. Nei, sko, þú veist, þannig að hvar er það, erum við þá að segja bara að menn séu rétt dræpir fyrir að hafa skoðanir? Ég er bara alltaf rétt að vona ekki. Þetta bara vakti mitt umhugsunar. Það gerist reynda líka þegar Trump var skotið á Trump, þá var fólk sem talaði nánast svona. Það var nú bara rektor á Háskóla Íslands ég ætla ekki að segja það. Nei, sem sagði nú bara að partur af hann eða óskaði þess að kúlan hefði hæft hann. Já. Þú veist, og maður kemur nú, ok, þú veist, til þessa, þá og ég tek að sjálfsögðu fram, hér er bara ég og þú að við erum okkar persónulegu skoðanir, skilurðu. En, þú veist, ég hef lengst að vilja vera bara haga líf minn hann. Ég er auðvitað með mína skoðanir á samfélaginu og stjórnmálum, en ég hef aldrei fundið fyrir mikil þörf til að vera eitthvað opinberaður. Það kemur að á einhverjum tímapunkti að maður er farið að einhvern vera það hvað var að segja mann er hægt að lítast á blikuna sko það mikið maður er farin að vera það einhvern ágjöfullur að á einhverjum tímapunkti lítur maður að fara að láta hlutina því að því endur og deg hvers virðið það ef Bitcoin fer á endanum í $1.000.000 ef við búum ekki lengur í siðmenningu sko. Já, ég meina eins og þið sagt oft að ef að dollarinn bara hrynur keyrir Bitcoin upp en Einmitt. Ég veit ekki hvernig þjóðfélag verður þá sko. Það er nú málega og má ekki gleyma því bara bætuð inni sem skiptir þetta engu máli í þessar umræðu en bara svo við nefnum að í þessu hlaðarpi Charlie var mikill Bitcoinir. Já, einmitt, ég veit. Hlustaði á viðtalverðan í dag, bara gamalt viðtal. Einmitt, það var nú nýlegt viðtal sem var að tala að hann vildi fá Bitcoin strategic. Já, einmitt. Og hann var bara að tala vitni í Sailor og hann var þetta var bara mjög flott viðtal sko, því að hann var mjög vel að máli farin. Ekkert smá og við skulum bara loka þessar umræðu með að segja bara blessu sér minning þessa manns og bara við hvetjum alla sem eru að hlusta að staldra bara aðeins við í lífinu þegar þú ert ósammála einhverjum þú veist bara það verður eins og ég ætla að fá að vitna í orð uppáhalds tónlistarmanns míns Elvis Presley hann sagði we all come from the same source if you hate another human being you're hating a part of yourself og mér var að hugsa til þessara ummæla í gær og ég hugsaði bara mikið vildi ég að fólk myndi taka þessu ummæli til sín og kannski setja það með Live I Can Dream með Elvis á fónin og taka hans til sín þannig að góða endir á þessu umræðu. Já en þurfum við ekki að taka mikið af þessar umræðu Nei, ég bara bið til Guðs að svo verði ekki en það er hins vegar mjög skemmtilegt frá einu að segja og það er að kannski í fyrsta sinn í sögu þessar hlaðar allavega sem ég man eftir þá eru svona mjög stórar íslenskar fréttir sem mig langar að ræða búið að vera mjög það er ein frétt en það er búið að vera mjög mikil umræða hana ótrúlega mikil umræða hana og sko við vorum búin að vera núna við erum búin að vera náttúrulega auglýsa talsvert og vorum búin að fá alveg svona í nokkur langan tíma eða bara allt sumar búið að vera með frekar flott tempo á nýskráningum per dag frá þessi frétt kom, þá er svo tala búin að cirka þrefaldast. Er þetta að tala um Ísland í dag? Ég er að tala um Bergþór Másson og dálítið fyndið að því að það er alveg svolítið langt síðan hann ég sá tweetið hans fyrir svona hvað, 2-3 mánuði síðan. Það er nokkuð langt síðan hann. Ég var að tala við þig, ég var að tala um það. Já, einmitt. Þú hafði farið í Gautastráka hlaðarpið og rætta þar og ég var alltaf með þetta svo tölum við aldrei um þetta sko. En ég eins og nefndi það þegar við tölum í lok síðasta hlaðarps, þegar þú sagðir að það væri fólk sem væri að leggja fyrir í Bitcoin til þess að kaupa sér íbúð. Það svo menn eins og Bergþór Másson farið öfulega, hann selja íbúðuna til að kaupa. En þú veist,
Ég meina, þú veist, hann var búinn að tilkynna þetta þá, en það var ekki orðin þessi svakalega frétt. Svo er þetta Ísland í dag. Já, Horfður á þetta viðtal? það var það við þar. Hvernig fannst þér? Mér fannst þetta bara frábært og hann var svo, ég fannst að vera sko, hann var svo afslappaður. Hann var auðvitað að segja svona hluti sem að, svona, við höfum oft talað sko. Að þú veist að þekkja engan sem hefur sett 100 klukkutíma í þetta sem er á móti þessu. En svo sé ég svona umræðun á netinu eins og fjármálatips, ég las alla. Það var svakalega umræða sem skapaðist. Og þú veist, og þá bara svo típist er út með einhverja skoðun. Það er bara þannig, þú ert með einhverja skoðun, þá veluru eitthvað svona part af frásögninni sem þú ætlar að fókusa á. Og það var þegar hann sagði í verstafalli þá bara tapa ég öllu og byrja upp á nýtt og kemur þú geta ekki allir byrjað upp á nýtt og eitthvað svona endalaust sko. Þannig að þú veist þegar ég skoða umræðuna og það ég oft pælti þessu, það er til svona grúppur svona skoðanafrelsi og fleira á Facebook og list. Það er enginn að skipta skoðun á þessum grúppum þó þeir menn segja að deila. Það er bara mennir að segja sína skoðun. Það er enginn að hlusta á hina. Þeir eru bara að deila á það sko. En mér fannst það bara mér finnst hann fyrst og fremst hugrakkur. Mér finnst að hugrakkur hafa gert þetta. Og ég held hann eftir að bara það eftir að skila honum ykkur. Mér finnst hann líka hugrakkur að mæta í hlaðarp maður horfir á svo umræði sem verður í kjölfarið, bara það er bara hann örugglega vissi það er svona umræða sko. Já, sko, mér fannst nefnilega svo áhrifaríkt við þennan þátt er að sko hann segir í raun og veru á engum tímamúti er hann að útskýra neitt hvað konsept Bitcoin er. Nei. Í raun og veru. Hann visslega segir að það sé lausnin við þessu rugli sem Fiat-kerfi er. Hann talar um það og hann talar um að lært inn á Fiat-kerfi sko, sem að við ekki báðir sko. En hann fer vola lítið í að tala eitthvað um grundvallaratriðin í Fiat-kerfinu og grundvallaratriðin í Bitcoin. Hann er ekki að útskýra fyrir áreitum sko. Enda er það að þú ætlar að byrja þar. Það er nú bara svona partur af mínu starfi til svo þegar maður er að fá fólk á fund sko, að taka oft þetta og þetta endar oft í svona 3 kortera monológi að fara sko tala um þetta allt. En ég held líka sko, nú hef ég náttúrulega nokkuð oft rakið þessi grundvallaratriði í útvarpi eða eitthvað svoleiðis og jújú, auðvitað er það gott að sú þekking sá fróðleikur þarf eitthvað starf að vera að sjálfsögðu. Og þú fórst auðvitað í frægt spjall fyrir ekki að ég minnist á það með þekktum hagfræðingi á sínum tíma, 2020 eða hvað það var? Já, 2021 við hann Gíla Magnússon. Já. Það var eftirminnilegt spjall. En sko, það sem mér fannst vera svo áhrifaríkt er að hann var miklu meira bara að tala um einhver ákveðna orku. Já. Hann sagði bara, ég er bara dálítið þannig, ég lifi eftir bara að lesa ákveðna orku og ég sé bara mjög fallega orku í kringum Bitcoin, þetta eru bara guðs fólk og það er ekkit rugl á þessu liði. Já. Og mér fannst þetta ótrúlega áhrifaríkt og þetta greinilega hefur ekkert síðri áhrif því þetta er líka svona, ég hugsa þetta skapi miklu meiri sko forvitni oft heldur en kannski þú veist, þegar menn er svo við eða þú veist, Daði eða Gulli á Visku eða Kristján eða eitthvað skilur að svona fara í gegnum alla þessa fræðilegu punkta. Jú, því það er fór svona sérfræðingar, hann er bara svo mannlegur, svona bara normal. Já, einmitt. Og ég held að sko hluta því sem stuðar fólk svo mikið er að þannig bara ungu maður sem tekur mjög óhefbundna ákvörðun, fylgir sinni sannfæringu og maður finnur bara að hann er maður sem er eitthvað algjörlega frjáls. Hann er ekki bundinn einum viðjum, hann bara er á einhverju ákveðni vegferð og ég held að mjög margir, ég fann þetta alveg til dæmis þegar ég fór út í það með vinum mínum að við segjum upp störfum á tiltekinni lögmálstofu til að opna okkar eigin stofu og hefja okkar eigin rekstur, þá fann maður svona, þú veist, það var fólki sem bara óskaði maður til hamingju, þráttur að maður er ekki með neitt í höndunum, maður er ekki með neitt business eða neina kúnni eða neitt, við vorum bara með 200 tómar að kýla á okkur draum sko. Yfir í þú varst líka með rosa marga sem voru bara svona eitthvað að gera allt til að
tala þetta niður, bara býtu, já, ok, og hvað, ertu með eitthvað kúna, og hvað, hvernig ætlar að, hérna, þú veist, og hérna, hvað er þetta mistur, þú ert búin að hugsa þetta, og ég svar alltaf bara, einmitt eins og Bergþór, við ætlum bara að kýla á þetta, og ef þetta klikkar, þá bara klikkar þetta. Það er þetta svo stutt sem við vorum svona fátækt ríki og ef við ferum 50 ára aftur í tíman, þá var besta jobb sem hún gætt haft, var að vinna á ríkinu og vera á svo kallar 99 ára reglu. Já. Var ekki að reka þig, þú hættir 60 en ekki 67 ára. Einmitt, já, þannig að það er svona jobb-kynnslóðin og svo kemur karrière-kynnslóðin, en þetta er svo ríkt í okkur, bara þú veist, ekki taka áhættu. Einmitt. Og þess vegna er þetta svona að ég held í grunninn, þá séu mjög margir sem vilji eitthvað stíga eitthvað skref sem krefst mikil súrekkis, en hafa eitthvað belta niður og það einfallega stuðar marga. Þú veist, ég er með það einfalda mælikvarða, þeir sem eru bara flott í honum, mikið gaman að sjá með bara ungt fólk kýla á þetta og lifa lífin eftir sínu höfði, þú veist, sá sem hugsa þannig, hann er almennt í bara frekar góðum gýr, líður frekar vel, sáttur í eigin skinni, en sá sem einhvern finnur svo allt til foráttu, það er eitthvað fattaru, sem er að Já, hann er fyrirmynd fólks í þessu þætti, ef ég ætti fasteign sem ég á ekki, löngu búin að segja þetta í kryptó, þá myndi ég bara eldan. En ég myndi ekki mögulega ekki þóra því, af því að þú veist, þó ég hafi búin að reikna þetta allt saman, þá er bara svona eitthvað ímanni, bara sem að er bara í kúltúrnum og bara, þú veist, bara eiguðu þína fasteign og það er örugt. Svo kom einhver umræða ef að tala um einhvern mann og það var alveg svona, bara ekkert slæm umræða, það var að tala um bara, þú veist, ekki setja allt í sömu körfuna, sko, það er ekkert slæm umræða. Það tala um hennan hlutabrjágreinanda, já, einmitt. Takk sem þetta er einu. En ég er alveg sammála, hann var miklu málefnalegri en flestir hverjir. Já, þú veist, það er ekki beint þetta gaggrina á, hann sagði bara ég er þið skítrættur ef ég myndi að setja allt í Bitcoin. Einmitt, en takk eftir, hann sagði sko, þetta getur sveiflast vel 10-15% á einu mánuði, sannleikurinn er þetta sá að þetta getur lækkað 20% einu degi eða 30%, við höfum alveg séð það sko. Já, ég las þetta sérstaklega bara, þú veist, zoom out eins og það segja, zoom out og lækjum 20%, 10%, 30%, þá er svona horfir bara 6 mánuði setna, þá skiptir það ekki neinu máli, sko. Já, því að þú finnur að sko Bergþór er að minnsta kosti á 10 ára vegferð, sko. Já, menn hann er ekkit að fara að selja og lækka 20%. Og málið er, þó að ég þekki hann ekki, þá finn ég bara strax að hann er þannig karakter. Já. Hann er ekki að fara að láta neina sveiflur hraða sig, en þess vegna er þetta sko... Og það er lykillinn í þessu, sko. 100%, en þess vegna er þetta, mér finnst það geggjaði á honum að gera þetta. Ég hins vegar fæ alltaf annars slagið til dæmis vinnu mína sem fá smá FOMO en eru voða lítið búið að kynna sér þetta og þeir kannski byrja að setja fjárhæð sem þeir eru frekar þægilegir með svo fá meira FOMO og taka add-on og bæta á og svo kemur ég vel bara herruðu, þú veist ég geti hérna bara tekið eitthvað svona alveg drastíska ákvörðun sko og það ég segi alltaf við þá ég myndi ekki gera, segi ég við þá og ástæður ég segi það og ég læt að fylgja með, ég er endur ekki nokkrum einast af að mín samfæringu svo ef þú myndir gera það og hafa magan í að ræta það í 10 ár þá held ég að þetta er langbesta fjárhagslákurinn sem þú hefur tekið en mín reynsla er bara svo að þegar menn fara yfir sko ákveðin fjárhæðamörk sem tilfinningarna þínar þola þá gengur dæmið ekki upp sko af því að þá allt í nú rauðidagurinn 10% lækkunadagurinn hann það erfiður fyrir þig að því miður eru bara miklu líkur að þú ítir á sölutakkan. Já, og inn í þessa umræðu sem við tala sem að ég hef mikið pælt í þessu, af því að ég hef alveg 100-200 sunni fengið símtöl sem að fólk beðum að hitta sig og fara yfir þetta og hvort það ekki að kaupa. Og ef ég ætti að taka svona síðustu 100 sem ég hef ráðlagt eitthvað, þá sé ég alveg svona munstur í þessu. Það er að þeir sem að hlusta á mig og segja, því ég er farin að segja það í dag settu 100 klukkutum í það, lestu allan að Bitcoin standard, lestu eitthvað svona og bara fylgstu með einhverju YouTube-brásum, hlustaðu okkur og settu þið svolítið vel inn í þetta. Það er fólk sem að mögulega heldur þessu, en fólki sem að segja bara geggja, það bara hækkar svona mikið og það setur inn í þetta, það er fólkið sem selur leið og það byrjar að fara niður. Þannig að þú veist, það er svo erfitt að fara inn í þetta ef þú þekkir ekki neitt og það sem að ég fannst með Bergþór
að, þú veist, þó hann sagði ekkert mikið það, maður heyrði það alveg, hann hafði sett tíma í að stúdra þetta. Já, engin spurning, hann talaði það sko, og það leiðin til þess að geta gert þetta, þá verður að vera með Þú verður að vera með sannfæring. Oft talað þessar 200 klukkustundir. Já. Ég veit ekki hvort þú tala sér til eitthvað heilög. 100, 200, 300, það skilst ekki máli, við erum með 100. Já, ég veit ekki hvað við erum með. Já, ég meina, þú hlusta alltaf á myndkupa, þá ertu alltaf að koma með svona, ég veit ekki, örgulega nálægt 100 klukkustundum, sko. Já, góða punktur. En hérna, þannig að þú veist, bara eins og við tveir, ég meina, það er ekkert löðnungumál, við erum með aðlegun okkar í kryptó. Og, þú veist. Hvernig að segja frá þessu? en skilur við þekkjum ekkert annað. Fattur hvað er að fara? Þú veist, við erum bara á svokallaðum kryptóstandard. Og við þekkjum ekkert annað, við erum ekki eitthvað, er þetta upp svona niður, skilur, þetta er bara, þetta þú veist, ekki frekar en fólk bara sem á krónur er endalust að bera sama krónu sína við gengi í dollars eða hvað annað, sko, skilur, við erum bara á kryptostandard eins og getur verið á ISK-standard eða USD-standard. Og það er bara okkar ákvörðun, eins og Jack Mallers sem að bara, öll innkomar sem hann fær, hann er bara 100% á Bitcoin-standard. Ef hann ætlar að kaupa eitthvað, þá bara setur hann á kortið sitt og eyðir því, en hann á aldrei dollara, sko. Hann er bara 100% á Bitcoin standard sko. En til þess að vera þar, og ég er heldur ekki að segja að það sé endilega eftir, þú veist, mögulega við erum aldrei þeim mögulega ofnum að við séum bara bilaðir, en sko til þess að geta eitthvað veginn vera á þeim stað, þá verður að vera búin að setja allavega, ég veit það ekki. Já. Og þú verður bara að lifa, þetta er bara lífstíl. Þetta er bara lífstíl sko. Já. En heyrðu, já, þannig að þetta er skemmt. Þetta var íslenska frétt dagsins sem er heldur betur kannski örlítið í viðbútt með hana. Lastu fjármálatips? Já, ég las þetta kommentin. Þetta var, hvað voru, ég gafst upp, ég náði ekki leginn, hvað var það? Ég er búin að fara tvisvar en ég man ekki hvað var síðast 216 eða eitthvað leys. En þetta er farið að minna dálítið á svona, þú veist, ég man ekki eftir eins miklu fjarafók í kringum Bitcoin og 2021. En hvernig fannst þér? Það voru margir sem voru svona... Það var margir sem voru svona algjörlega, þú veist, bara eins og ég hugsaði bara svona sem ég ekki heyrt í mörg ár, bara því ég kannski ekki að hlusta á það. Að vera að vitna í túlípanæðið og þetta er ekki neitt, það var engin peningur á bakvið. Svo kom eitthvað með komment, bara er eitthvað bakvið hérna venjulega, krónuna og dollarin og þetta er enginn að hlusta á það og svo kemur eitthvað svona að menn er að reyna að finna eitthvað því að mikið af þessu fólki sem var að kommenta hérna jákvætt, það kommenta anonymous, það var típist þið þannig sem er að kommenta hérna jákvætt á þetta, þið get ekki eins og komið til nafni. Ég las þetta með konunum minni. Ég nenni aldrei, ég hef aldrei kommentað á neitt svona. Nei, og hluta mér langar. Já, þú veist, ég svo svarið ég var hálfbreytt frá því að segja bara, ok, nú ætlum bara að taka hérna og krönsa hérna bara klukkutíma okkur rítgerð og strauja allt þetta rugl. En svo hugsaði bara, nei, ég ætla bara að fara með þetta svona að fá allir bara Bitcoin á því verði sem er eiga skilið. Já, það var einhver sem skrifaði það, mér finnst það mjög flott. Við erum að gera okkar besta. Við erum að tala þetta hérna. Já, þú veist, ég veit ekki, menna fólk má þetta hafa skoðanir, bara eins og við vorum að tala um þetta í byrjun þáttarins, fólk má hafa skoðanir með á móti og þú veist, en ég myndi ekki... Maður nenni bara ekki... Nei, ég myndi ekki nenni að lesa svona komment bara hverjum einasta degi, sko. Það er líka máli, ég hugsaði bara, ég held ég sé ekki að ljúga því þegar ég segi ég sé búin að sitja allavega 5 klukkustundir í þetta. Ég meina, þú tekur bara vinnuna mína sem er þetta. Þá ég veit ekki hvað, skilur, ég meir og minna ekkert búin að gera mikið annað síðustu 5 ár. Já, ég er búin að setja svona allan að 40 tíma á viku síðan 2020. Já, og þá hugsaði ég bara, ok, ég bara sætti mikið við það að einhver random einstaklingur á netinu sem er búin að setja í mestalagi 3 mínútur í að kynna sér þinn að gæslappa að hann sé að fara að taka klukkutíma af mér, skiluru, í að reka þetta rugl ofan í hann. Þú veist, það bara þú veist, ef það kemur maður sem er búin að setja þó sé ekki nefnum bara 10 klukkustundir í að kynna sér, hann er kannski búin að lesa Bitcoin standard, segjum það bara, þú búin að lesa Bitcoin standard, þú er samt jafn mikið á móti þessu, þá bara ok, þú átt bara respekt og ég skal, þú veist,
setjast niður með þér og rökraða við þig og þú veist, þú búin að vinna þér það inn en bara sorry, þú veist ég lendi stundum í sín matabóðum einstakar sinnum að eitthvað fólk ætlar að byrja að challengea mig Bitcoin sem ég veit bara, þú veist, það skiluru, þú getur ekki sagt hluti eins og bara gullfótur eða eitthvað, því að fólk kemur bara fjöllum, sko, og þá er maður bara svona, ok, þú veist, skiluru, gerðu bara eitt fyrir mig, lestu bara eina bók, ég segi þetta bara, gerðu bara eitt fyrir mig, lestu bara Bitcoin standard, það tekur þér kannski 8 klukkutíma og talaðu svo við mig og við skulum bara, og ég segi, ég er ekki segið til að vera hrókafullur eða leiðilegur eða neitt, sko, það er bara, þú veist, það er bara svo, það meika bara ekki sens ekki frekar en, þú veist, ef ég skilur, ef þú lærir eitthvað nám í 5 ár, lærir eðlisfræði, skilur, og ég ætla að fara að debata við eitthvað afstæðiskenningu Einstein og ég er ekki búin að kynna mér hana, sko, skilur. Ég ætla bara samt að trúa því, þú veist, að því þetta miklu einfaldara koncept. Já, ég þekki þetta bara svona bara sjálfur, en reyndar það svolítið þannig að oftast nær fólki sem ég veit að ég er í þessu, er í kringum mig, og er að móta þessu, það bara talar ekki við mig þetta. Einmitt. En hinn er bara að sækja í mig og fyndið þú veist að segja þetta, sko. Það var maður sem ég ekki tala við eitthvað tíma. Hann er að skrifa mig núna, Bitcoin spurningamerki, senda á mig og kannski er það begga áhrif, sko. Já, það getur verið. Líka annað sem ég segi fólk er að þegar fólk byrja að challenge mig, ég segi bara, herðu, þú veist, þetta er ekki flókið, annarkvort hef ég rétt fyrir mér eða ég rangt fyrir mér og þá hefur þú rétt fyrir þér. Þú ert að þú hefur rétt fyrir þér og hugsaðu bara hvað þú ert á heppin því þú ert þá alltaf ekki að fara að tapa peningum á þessu. Ég er að fara að tapa peninga á þessu. Það fannst mér að góða við hvernig nálgunna svar í þessu þætti. Og maður finnur þetta skriðar fólk. Hann var ekkert að reyna að sannfara fólk að hann hefði eitthvað meira rétt fyrir sig en þú. Nei, einmitt. Já, ekki spurning. Þannig að en ok, hvað segirðu? Þú varst með eitthvað Solana. Af hverju þetta er að hækka? Já, og bara, þú veist, ok. Mér langar samt bara að rifja upp að því að, þú veist, það má alveg tala það líka í þessum þætti að við erum að tala ýmislegt og við erum að spá fyrir ýmsu og Ég sé að núna ég er að taka fyrst þetta núna með Solana derhúfu. Já, okkur heldur það. Já, þú ert að fara að útskýra núna. Já, að því að þú veist, fyrir svona 4 vikur síðan, þá sagði ég í þættinum að ég trúi því að þú veist að það sem gerðist var að Bitcoin gerði upp, það fór frá 40 upp í 40.000 held í janúar eitthvað leys upp í 120 eitthvað leys 124 já og síðan fer Ethereum upp í apríl þetta hafi verið 3x-aði hvort það er apríl-mæ en það er þetta leiti. Og ég sagði þarna fyrir 4 vikur síðan að ég trúði því bara út frá einhver leiti söguleg samingi síðustu 2 búlrun, ekki mörg búlrun eins og eitt sagði við mig þegar konanlega sagði við mig daginn sagði að ég fara að kaupa núna og ég sagði já, það verður október á 4 ára fresti er venjulega bara geggjuð á nóvember sérstaklega í allt svo eitthvað leys og þá sagði á hverju byggjuru það og ég sagði já, á 2021 og 2016 það er engin tölfræði en þessi tölfræði byggir samt ekki og mér skipta svolítið máli þessi tölfræði byggir ekki bara á þessi 4 ára hringrás Bitcoin þetta byggir á svona líka ákveðinu svona trendi í svona hlutabréfamarkaði og öllu það er bara svona og sálfræðan bak við þetta og ég held að það sé mjög mikið í kryptó að fólk trúir á þetta og fylgir þessu og þú veist, og hvað er kaup og sala á einhverjum eignum, það er bara fyrir mér liggur við að segja bara að það er 90% sálfræði og 10% sálfræði, sko. Já, einmitt. Og ok, ég fór aðeins út úr það. Það er self-fulfilling prophecy. Já, og þá með elda mann það, sko. Já, einmitt. Og ég sagði fyrir 4 vikur síðan að ég trúi því að ég vissi ekki alveg hvenar, eftir svona 2-4 vikur sagði ég held ég hafa sagt þá myndi Solana fara að hækka líka og það myndi outperforma allan á Bitcoin og líklega fljótlega Ethereum og það er það sem er að gerast í dag. Ef þú skoðar Bitcoin Solana tjartið þá er það Solana að keyra upp á því og það er held ég að gerast með Ethereum líka og þetta er bara það sem gerist og að maður svona smá efins, ég viðurkenni það, ég er smá efins að því að markaðurinn allt öðruvísi í dag, hann er bara einhvern veginn svona
fyrirtækja drifin eitthvað, sko. En þú veist, já, og við erum að sjá hérna, hvað heitir það hérna, eins og ég sagði hérna örugglega síðast og þeim þetta líka, við erum að sjá það sem var að gerast með Ethereum og það eru hérna fyrirtæki að setja hérna Solana á Treasuries og það var eitt bara fyrirtæki sem að það eru hvað er það, nokkur hérna stór fyrirtæki á bakviða, það var hérna þetta heitir Forward Industries og það er Multicon Capital Galaxy ef maður rétt, Jump Crypto og þeir eru búin að ákveða núna að setja 1,65 milljarða dollara í að kaupa Solana og má ekki gleyma því að þú veist Solana er bara 20% 22% af Ethereum, það er bara 1/20 af Bitcoin, það er miklu minna til að hreyfa við því og 1,6 milljarður er rosa mikið. Það er reynda smá svona skipta skoðanir hvort það sé raunverulega að kaupa þetta, það var sama með Ethereum, sumir segja þessi að kaupa þetta allt saman, aðri segja þessi mikið hluta þessu fyrirtæki sem fóru inn í þetta, eiga þetta fyrir. En eins og við tölum sér, þá er það mest að eyrnamerkja þetta og taka þetta í mjög langan tíma af söluframboðinu. Já, og við tölum hérna það að það sem að Solana vantaði væri svona talsmaður, Saylor, í Ethereum fekk Tom Lee. Og Tom Lee er orðin svona bara, Saylor er alltaf bara geggjaður. Já. En maður er bara orðin svo rosalega, ég ætla ekki að segja það. Maður bara heyra allt sem maður segir. En maður er bara orðin svo vanur honum. Ég nenni ekki lengur að hlusta á hann, ekki nefn að sé á okkur eins og hann fór til Jordan Peterson daginn, ég hlusta á það, skilurðu, þú veist, þegar hann er komið á svona nýtt plattform, en þú veist, maður er búin að hlusta á, bara af Saylor, fullir ég er búin að hlusta á meir en 200 klukkutíma. Já. Og þá ég bara aldrei, ég er útskrifaður úr Saylor University. Tom Lee er eins og var að koma ótrúlega ferskurinn. Já, mjög alveg samanlega því. Og hann er ekki hann er í grunninn ekkit endilega, í Ethereum bull, Hann er meira að tala um Bitcoin í gegnum tíðina. Já, en núna er hann búin að skipta þetta aldrei auðvitað. Hvað er þetta í alveg, er hann í alveg að tala um Ethereum í 60 og okkur $? Ertu búin að heyra hann tala um þetta? Já. Þú veist, maður er bara svona, gaur. Já, þá spyr maður hvenar. Já, en hann verið alveg bara sé bara sooner than you think, Ég held að hann tala um $15 í Ethereum by end of year. Hann segir líka, hann segir $200,000 Bitcoin end of the year. Já, en við erum það samt, það er ekki einu svona 100% hækkun. Nei, ég veit. $15 í end of year, þrátt fyrir eftir mikla hækkun núna, þá erum við talað meira en 200% hækkun. Ég sé aldrei gerast, ég teka fram. Ég sé að Ethereum aldrei verið $15 by end of year. Ég held ekki, En, þú veist. En ég trúi því alveg að í lok ásins gæti alveg mögulega, og ég segi mögulega, Solana þrefaldast. Já, það fer. Og þú veist Mike Novogratz er svona mjög passífur á Solana, ekkert mjög búlis. Hann sagði samt, erfitt með að sjá Solana vera undir $400 end of year. En það komið nafn í sem að menn eru að vonast til að gæti orðið Tom Lee Saylor. Já, en fyrir ekki, ég ætla að veit þú samt, finnst mér að skauta pínu hjá að mörguleiti eitt flottasti talsmaðurinn af öllum þessum gaurið sem hún nefna, hann er Raoul Pal. Hann er búin að vera mikið súi kannski í undanfarið, en hann er samt búin að vera, ég er eiginlega aðeins dreigð og súi í undanfarið. Já, ég veit að það er líka bara súi er bara eitthvað, ég veit ekki, það er ekki búið að vera, það var aðal stöffið, en nú er það svona búið að vera þetta aldrei bara flatt. En hann er búin að vera samt, þú veist, hann er alltaf búlis á Bitcoin, hann er búlis á hann er bara búlis á krypto og allt blue chip krypto, en Solana er samt búið að vera flaggskipa þess í 2-3 ár. Þannig ég segi, þú veist, við erum kannski pínu að gleyma risastórum player sem er með Solana fánan, Engin spurning, en þú veist, þetta Forward Industry setti stjórnarformann til að fara í þessi viðtöl sem er maður sem heitir Kyle Samani. Hann er co-founderinn í mjög líklega flestir sem að hlusta þáttinn þekkja hann ekki. Ég skal viðurkenna, ég þekki hann ekki. Hann er co-founderinn í Multicon Capital. Hvað segðu nafna þessi einu snáttur? Kyle
K-Y-L-E Já, Samani Kyle Samani, Já. ok. og Þannig að hann heiti Solana, það eitthvað nýnafnas. já, þú, Þetta er svona svo Solana hann í rauninni ef þú hefur fylgst með svona Solana umræðinni þá er hann búinn að vera Solana svona talsmaður alltaf af því að þú veist Multicon fór inn í Solana í pre-launch áður en þeir launchuðu það þannig að hann er að mörguleiti að þýlitin til er að mjög góður og hann er góður talsmaður að mörguleiti að mínum mati sko af því að hann svona tala mikið að Solana sé miskilið það sé alltaf verið að tala niður út frá FTX eins og við tölum við Solana þættinum ef fólk hefur áhuga að kynna sér Solana þá geta hlustað á gamla þáttin Solana þáttin sem er svona sögðu að Solana var dáið að því þetta var bara FTX hvað heitir hann Sam Bankman-Fried coin og allt það og þetta er staðist allt það sko þannig að þú veist, ok, ég hef ekkert séð ennþá Er hann að tala eitthvað price targets eða eitthvað svoleiðis? Nei, og ég er ennþá að bíða eftir því að hann komi á CNBC eins og Tom Lee, því vandinni er sko að Tom Lee hefur svo góða leiðir til að fara hann inn, af því að hann er raunin á launum hjá þessum fréttastofum, hann er alltaf komað inn og mætir í þriðjum inn, það er erfið fyrir hina að koma hann inn, þannig að þú veist, ég á ennþá eftir að sjá Kyle Samani sé maðurinn sko, en þú veist, En liggur fyrir, eins og til dæmis með, þú veist það er svo áhvert við fjöllum þetta CRO Treasury, Make CRO Great Again, sem er núna tradable á Nasdaq. Og CRO er næst besta hækkaða coin síðustu 90 daga. Já. Það er bara eitt coin sem er búin að gera betur. Hvaða coin er það? Pengu. En ok, en það sé að svo áhvertu það er að þeir tilkynna strax fyrirfram við ætlum að eigna við ætlum að allokera $6,4 milljörðum í CRO. Já, og þá það er svipað og forward industry að segja 1,65 miljardar. 1,65, ok, þeir eru búin að segja það og það var mjög skýrt, þeir töluðum við ætlum að byrja að kaupa fyrir $105 milljón, svo aðra, svo 220. Já, það er aðeins skýra það. Svo erum við $5 miljardar lánalínu og svo fáum við $1 miljard af CRO frá Crypto.com. Þannig að hvernig liggur fyrir hvernig þeir eru að gera þetta? Nei, ekki svo ég veit sko. Nei, einmitt, það alltaf skiptir miklu máli sko. Já, og eins og ég sagði það það er liggur heldur ekki fyrir sem gerist ekki með þriðjum heldur hversu mikið þessu er keypt og hversu mikið þessu er hluta fyrirtækjum sem fara inn í þetta sko, sem eiga það fyrir. En það þarf sko, ok, þetta er klálega stórt, $1,6 miljardar, engin spurning. En þú veist, mér finnst það svona Solana þyrfti til að virkilega svona, þú veist, það væri svona sviðsmyndi sem ég myndi sjá Solana geta breyka $1,000 á jável næstu mánuðum. Það er að koma stóri playerar og segja við ætlum alveg að gera $10 milljörðum í Solana. Já, en þá ertu samt sko, þú myndir vera að tala með þér hvað myndir þú segja að tala um það? 10 miljardar líka? Nei, það þyrfti náttúrulega að vera meira. Því að það er $550 milljörðum það er þess að segja, sko, þetta er fyrir eitthvað hátala með marketskapi. Þetta er samt bara, þetta er svona röfli 1% af marketskapi. Svo er þetta önnur fyrirtæki, en bara þetta er langstærsta fyrirtæki. Soul Strategy, sem er svona fyrsta svona Soul Treasury Company. Þetta hét áður eitthvað annað, þetta er kanadist fyrirtæki. Þeir voru að lista á Nasdaq, þeir eru komnir í kaupillana í Bandaríkjanum, sko. Það er ákvæmt, en meina þeir eru ekkert stóri, sko, en svona... Hvað er það mikið Soul? Já, góð spurning. Já, ok, en það geti verið nokkur $100 milljón eða eitthvað svoleiðis. En hvað með ETF-ana? Hvernig, þú veist, það lítur að styttast í, ég er alltaf að fá einhverja meldingar frá öllum þessum miðlum, Cointelegraph, CoinMarketCap, þessum krypto-appum sem maður er með, alltaf latest on ETF og maður er alltaf að fá okkar, já, hér er eitthvað deadline, eitthvað 18. september og hér er eitthvað, þú veist, við erum að fara þetta, það er þessi loka deadline. Það er bara 19. október, þú veist, ég minnir það sé 19. október og ég hef ekkert mikla trú að verði fyrir það, sko. Nei, en þannig að við erum að tala um kannski að það er rúmlega mánuður. Já, og svo sér maður, þú veist, manstu þegar Solana rauninni fékk ETF. Já, við fullum hann í Chicago. Hálgerður ETF, samt ekki og gleðis, en þú töluðum að Solana eftir að fá ETF. Nú er sama fyrirtækið að fá leyfi fyrir Dogecoin ETF, sem sýnir rauninni, þetta er ekki alveg ETF. Við þurfum að fá
Já, bara Já. að því þetta var ekki SEC approved ETF, Nei. það er málið. Já, og þú spurður að þessu síðast, ég vissi ekki alveg svara við hverjir væri inn í þessu. Það eru allir nema BlackRock, það er Fidelity, það er, þú veist, Það eru það allir er nema Galaxy, BlackRock. það er allir þessir. Svolítið áhvert að BlackRock allir sé ekki að vera með í þessu. Já, og ég var með að skoða einhverja tölur og það segir bara, ok, við ætlum að vera svona smá neikvæður á þetta, ég meina, til að fá alvöru áhrif á Solana, þá þyrfti BlackRock vera þarna. Einmitt. Því ég var að skoða tölur innflæði og útflæði. Ef þú skoðar heildar útflæði á Bitcoin ETF og síðan innflæði á á BlackRock Bitcoin ETF þá með þess að innflæðið á BlackRock ETF er hærra heldur en heildar innflæði heildar bara talan af því að Galaxy Digital var með svo mikið sem að fór út þannig að þeir eiga svo mikið af markanum, þeir eru með hærra Þú ert ekki að tala um Galaxy, þú ert að tala um Grayscale. Grayscale fyrir ekki Já, Grayscale, já, einmitt. Já. þannig að þú veist, og maður sé það með Ethereum líka, það er mjög hátt hlutfall. Svo ég skilir þetta, það er að segja að heildar innflæðið, eða þetta innflæðið hjá BlackRock er hærra heldur en heildar útflæðið hjá öllum hinnum. heldur en heildar innflæði Já, ok. í heildsinni. Já, þeir eru Heildar staðan í dag. Já. Þannig að innflóið hjá BlackRock er að outperforma Bara, innflóið hjá öllum já, hinnum. Ég skil. Já. Já, Bara, þeir þú- eru náttúrulega bara lang stærstir. já, Það er ónýttilega vonbrigða, þeir sé ekki... já. Það er En Fidelity er getur ímyndaðir, og Vanguard var, eða nei, hverju voru það? Vanek, Vanek fyrir Vanek, ekki já, einmitt. og Fidelity. En getur ímyndaðir sko, ef þeir verða allir up and running og við byrjum að keyra upp og einhverja er gott í þessu sjóði, ég meina fjandinn hafa, þeir hljóta þá að joina BlackRock. Ég hugsaði jafnvel. Getur ímyndað hvað það yrði risavaks, eða væri að fara að koma einhverja tölur um eitthvað $1 innflæði í þessa sjóði og svo kemur bara, herru, BlackRock sækir þú veist, Sol sækir þetta, sækir hitt, það gæti orðið svona undanfæri eitthvað svona eufóriu ástand sem myndi ég var að hugsa þetta í dag, þú veist, ég er ekki að segja þetta muni gerast, alls ekki. Ég hugsaði í dag, gæti verið að BlackRock kæmi inn bara svona 10. október. með umsóknuna. Já. Ég ætla veit ekki hvað þeir eru lengi sko að þú veist, ég skil ekki Þeir komu seint inn í Bitcoin umsóknunar. Það var fullt af umsókn komið áður en þeir fór inn. Já, ég man alltaf að þeir sóttum í júní 2003. Þeir gerðu það. Fengu það 10. janúar frekar en 11. 2004. Já, það er tölvöld áður. Já, Það voru setn en hinir allavega. Já, en þar náttúrulega var sko, þú veist, ég myndi einhvern halda, verandi með resources og mannaflan sem BlackRock er með, að þeir eigi bara að geta rissað upp skotelda umsókn og þegar það er komin þessi framkvæmd og venja venja í framkvæmdina að samþykja þetta, þá getur þetta ekki verið það flókið að fara yfir þetta. Þú veist, og þá bara, ég skil ekki okkur þetta á að þurfa ykkur að marga mánuði. Eða verður búið að samþykja allt hitt og þeir kom bara, og þetta er alltaf opinberar umsóknir að ég held sko. Eða það skiptir ekki máli fyrir þá því að þeir vita bara nákvæmlega hvernig þú átt að gera skotelda umsókn. Þá skil ég ekki alveg af hverju þetta á að vera svona meira áttar fram og tilbaka ferli. Þetta er bara BlackRock, skilurðu, og þarfst ekki að vita mikið meira. Þeir eru með skotelda umsókn, þeir er alltaf komið Solana ETF. Þannig að, já, ég neita að trúa í ljósið sem við rættum einu sinni að það er engin ETF-sjóður í öllu safninu, ETF-safninu hjá BlackRock sem er að þéna meira fyrir þá heldur en Bitcoin ETF-in. Og í Ethereum er í öðru seti. Já. Ethereum er í þriðja seti í heildin á ETF-um. Já, þetta var Bitcoin og svo var S&P 500-sjóðurinn. Hann var í öðru seti. Já, það töluðum 6 mánuð síðan. Það var áhvert að skoða það núna. Nei, það er ekki... Þú ert að tala um í sögulegu samingi allra... Ég er að tala um tekjuna sem er að fá á ári. Ári, ok. Ég var til í að skoða í lokárs. Já, en ég get lofar að Ethereum er ekki að fara að flippa S&P 500, sko. Því það er 680 eða $700 miljardar assets under management. Ok, rest my case. En Bitcoin hérna... En það var áhvert að sjá hvað þið Já, þú veist, Ethereum er örgulega að standa sér alveg gali vel, sko. Ég er ekki þess að þið séu í top 10 allavega. Ég get aldrei trúið því. Það verður alveg gaman að sjá það, sko. En ótrúið bara að Bitcoin sé satt númer 1.
Við erum að tala hvað heldur þú að þessi S&P 500 ETF-sjóður hjá BlackRock sé gamall? Ég meina, Þetta er bara- hvað, 16 ára? Þetta er bara the ETF, nei, ég er að tala um ETF-sjóður. Já, ég meina, en ég bara Bitcoin er með þess að miklu yngra, sko. Já, einmitt. S&P er miklu eldra. Þannig að Já, engin spurning, já. Þetta er ótrúlegt. En ok. Já, það var 400.000 Solana-strategi, eða Sol-strategi á. 400.000. Já. Ok. Já. Þannig að þú ert með 90 milljónir cirka dollara. 90 milljónir dollara cirka. Já. Svo var annað sem ég ætlaði að tala um það, því við vorum inn á síðasta föstudag og þá varu svona fréttir svona, sem voru kannski svolítið leiðandi því að það virtist allt vera síðasta föstudag að strategi sem ég hitta áður MicroStrategy hefði verið tekið inn í S&P 500 og svona og þeir passa alla krítirinnar og þeir eru líka bara, hvað eru 500 fyrirtæki inn í þessu, eða ekki? Jú. Og þeir eru í ranking í market cap miklu ofar. Þeir voru ekki teknir inn. Nei, af hverju ekki? Ég sá þetta líka. Ég botnaði ekkert í þessu. Það hljómar eins og þetta sé eitthvað svona íhaldsemi að þetta sé bara að vera að keyra upp út af einhverju gervign, ekki út af rekstrinum og alls konar eitthvað svoleiði, sko. En meðan allir voru að pæla í þessu, það var annað kryptofyrirtæki sem var bara tekið inn í S&P og ég er ekkert þessum að margir hafa tekið eftir því. Það voru ekki mikið fyrir því. Nei, Robinhood. En það er náttúrulega ekki bara kryptofyrirtæki. Nei, það eru... Þeir eru jafnvel fyrst og fremst stocktrading. Þannig að það er nú ekki fyrir... Það er svo svipað um til að segja að eToro væri kryptofyrirtæki. Já, bara sama. Já, bara sama. Þannig að þeir eru stocktrading plattform með kryptotrading plattform líka. Þannig að, já. En ok, áhugavert. Robinhood einmitt komið í S&P 500, það er svolítið magna. Skúrkanir sem þeir eru en nei, ég segi svona. En svo finnst mér svo gaman að, þú veist, ég hef verið að leika mér í þessum þáttum að setja í samhengi framboð og eftirspurn á Ethereum og Bitcoin miða við kaupin á kaupallarsjóðum, miða við kaupin á fyrirtækjum og mér langar að bara halda því áfram regla þessum þáttum. Já. Og eitt af þessum að bara, og ég veit að sumt af þessu svipaða tölur, en ef við tökum bara 11. janúar 2024, þá hefur Bitcoin búið til 322.681 ný Bitcoin. Semst nýtt Bitcoin umferð. Á sama tíma, síðan 11. janúar 2024, eru kaupallarsjóðir búin að kaupa 1,1 miljón Bitcoin. Wow. Pældi þessum tölum. Við erum ekki að tala um MicroStrategy, við erum ekki að tala um tæknimannin, hvað hann hefur keypt mikið. Þú veist, við erum ekki að tala um hvað ég hef keypt og þú hefur keypt og allir hinir og bara hedge funds og svo framvegis nema þessu kaupa í kaupallarsjóðum og ennþá meira sláandi tölur. Síðan 15. apríl 2025 þá nýtt í Ethereum sem komið umferð er 388.568. Getur ímyndaðir hvað kaupallarsjóður hafa keypt mikið Ethereum á þessum tíma. Ég sagði að hann 322, 1,1 miljón. 7,4 miljón Ethereum. 7,4 miljón Ethereum. Sem kaupallarsjóður hafa keypt. Já, bara kaupallarsjóður. Frá hvað tíma segirðu? Síðan 15. apríl 2025. Og þú áttu örugglega að segja að það hlýtur að vera rangt hjá þér. Nei, því ég sagði það einu sinni og þá var það rétt. Já, þetta er rétt. Að ég bara trúði ekki. Þetta er rétt. Wow. Þetta er úr svona skýrslu sem ég var að lesa frá Bitwise. Já, einmitt. Þannig að, nei, það er, manni finnst frekar augljóst hvert innflæðið peninga er að renna. Og maður finnst frekar einfalt að það sé að fara að hækka. Einmitt. Þetta minnir mér nú á þegar vorum að fara eftir að nýl hlaðarpið og ringir góðu maður, sameilu vinnur okkar sem við nefnum ekki á nafn
og við vorum eitthvað svona, já, við erum aðeins að undirbúa okkur fyrir og hann sagði, hvað, er eitthvað að undirbúa? Þetta er bara krypto, bara þeim mun meiri pening sem setur í þetta, þeim mun meira græður. Við erum ekki að taka þetta upp bara 2 mínútum og segja þetta bara. En nei, manni finnst þetta ónefnilega, þú veist, vera frekar svona, og við móla þetta hann, það er erfitt að sjá þennan eignaflokk fara annað en upp þegar það svona gríðarlega sterkt innflæði. Já, og sjáðu bara, þú veist, og nú ætla ég að segja eitt, og kannski er þetta bara ákveðum fyrirvara. Sérðu, þú veist, munin hérna Bitcoin og Ethereum, hvað er miklu meira að vera að kaupa á stuttum tíma í hlutfalli við hvað kemur mikið umferð. Eins og við erum bara búin að sjá á verðhegðun. Já, og svo erum við að sjá, við erum ekki að sjá BlackRock vera að sækja Solana, en við erum að sjá Bitwise, við erum að sjá Grayscale, við erum að sjá Vanek, við erum að sjá Franklin Templeton, Fidelity, Investo, Galaxy, Canary Capital, eru allir búin að sækja og Solana er bara 22-23% af marketcapinu. Það er 70% er hérna steikað. Já, eins og við rættum í gær. Mér finnst þetta að tala hvað er mikið steikað með Solana. Já. Mér finnst það hættilega einfalt út af því að, eins og ég, þú getur losað úr steiking á 1-2 Ég veit það, en er ekki... En það er rétt, þetta er miklu minna bara. Það er bara nóg að segja það. Það er nóg að segja það. Það er bara nóg að segja það. Þetta er miklu minna, þannig að næmnin á að vera miklu meiri. Þú veist, ef þú fengir bara 1/4, skilurðu, af fjármagnsklæðinu sem er að koma í Ethereum, í Solana. Já, og ef ég er að segja, þú spyr mig, og ég ætla ekki að ráðleggja þér, en ég er samt að segja það, ef þú spyr mig að ég kaupi Bitcoin, Ethereum eða Solana. Ég myndi segja Bitcoin lang örgast. En ákveð á þessu tímapunkti, ef þú ætlar að velja milli Ethereum og Solana, ég myndi alltaf segja Solana, ef að í apríl þangað til í ágúst hafi Ethereum þrefaldast, ímyndaði hvað Solana mögulega, og ég segi bara mögulega, getur gert, bara ég segi þá alltaf Solana frekar en Ethereum, ég segi ekki endilega Solana frekar en Bitcoin, en ef þú kaupir í Solana, ákvöldu þá bara, þeir eru búin að tvöfalda sig, settu helmingin þá bara inn í Bitcoin aftur og leiðu þau að ræta. Já, mega sen sko, ég veið samt að viðkynna, nú mann orðið svo hefili allokeraður í altcoins og Solana þar á meðal. Eftir hlustandi á Bergþór Másson, þá var ég pínu svona bara, þú veist, hann að tala Guð og góða orku og Bitcoin, já bara, af hverju maður að flækja þetta? Af hverju maður ekki bara all in í Bitcoin og rætir það bara í 50 ár? En, kannski gerir maður einn daginn, en allavega næstu 12 mánuði. Ég vil löngu dauður þá. Ekki endilega. Nei. Á þegar gervigreindin er að koma. Hún er að vera í sæmilu stand eftir 20 ár, þá mögulega er þetta að framleika lífið til svona 800 ári viðbútt. Segja sumir. Ok, segjum þetta alltaf í Bitcoin. Ok, herri Björn, þannig að þú er bara bjarsinn á komandi vikur. Já, bara eitt, fyrir ekki. Já. Altcoin Season Index, við höfum talað hann. Ég verða að fá að tala hann. Ok. Ég veit að hann er mismandi settur upp á mismandi síðum. En bara rétt fyrir þáttinn, þá kíkti ég á þess að helsta sem að fólk er að miða við, að var í 76, sem þýðir 1 stigi ofar sem er Altcoin Season. Já, hann byrjar í 75, þannig að nú er officially Altcoin Season. Já. Ég segi samt, ég veit að þú talar að sé gallaða mælikvarður. CoinMarketCap segir 65. Og CoinMarketCap hefur verið go-to mælikvarinn í Slagarby. Nei, go-to mælikvarinn hjá þér. Já, ok. En allavega, ok, 65, 76, það er allavega, we're heating up. Já. We're heating up. Og ok, þá miða allavega með minn mælikvarða, sem er 76 þá. Ok, það segir ekkit endilega allt, sko, en ég ákvað bara fyrir þáttinn, bara til að þú veist að svona aðeins bara geta sett aðeins meira kjöt á beinið. Hvað það þýðir ekkit endilega, ef þetta er búið að vera núna, ég kíkti á þetta að það var 71 fyrir ykkur 8 tími síðan, ef þetta heldur yfir 75 í viku, þá segir sagan að þá munum við keyra upp stöðu til 69 vikur. Reyndar segir sagan að það verður toppurinn á markaðunum sem ég held að verði ekki þetta skiptið. En ef það heldur viku, þá erum við að sjá október geggjaðan, nóvember geggjaðan.
Já. Útlitið er allavega þokkalega bjart, ég held ekki að vera sammála það. Mjög bjart, Og Björn Harðarsson, ég þakka þér þá fyrir gott spjall sömuleiðis. og ég þakka ykkur kærlustundur fyrir samfylgdina. Við sjáumst og heyrumst aftur af vikuleiðinni. Þangað til næst, verið þið sæl. Takk.